með Guðs hjálp einhverju trú, elska hann og virða í hverjum þeim kjörum sem Guð lætur ykkur á höndum bera. Sömuleiðis spyr þig trúður, Guðrún Sigríður Grétarsdóttir, er það einlægur ásetningur þinn að ganga að eiga Guðmund Hauk Þorleifsson sem hjá því stendur. Vilt þú með Guðs hjálp reynast hún í trú, elska hann og virða í hverjum þeim kjörum sem Guð lætur ykkur á höndum bera. Ræðið víg á hönd hvort öðru til vitnisburðar band ástar og trúfestu. Lýsi ég því yfir að þið eru virk hjón, bæði fyrir Guði og mömmu. Þau fengu heimaverkefni og hræða sér kyssast.
Við skulum skála fyrir brúðhjónunum og við ætlum að hrópa ferfalt húrra. Þau lengi lifi, húrra! 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 Velkomin í klúbbinn okkar. Já, sama og hann sagði. Það yndislegt að... Það yndislegt að sjá ykkur öll og frábært að skildur geta eitt þessum degi með okkur. Og í alvörinu sko, þó ég sé að lesa. Úff, ég var aldrei verið eins og hamingjusöm. Reyndu að kyssa mig? Nei, ekki núna. Já, bara takk fyrir að koma og ég vona að allir skemmti sér rosa vel í kvöld. Já, ekki bara tíminn til að fá sér að borða? Og ég minnist einu sinni að við áttum í harðvíðugum deilum auðvitað grundvallar málefni sko. Það var það hvort ætti að koma undan sykurinn eða mjólkin út á morgunkornum. Og þetta auðvitað mál sem skiptir miklu máli því að við aðtrúa það. Og þessi deila hún endaði við því að annarkvort okkar fór að gráta. Glói sunna gleðst nú Gunna giftist Guðmundi Haug fyrir nokkrum árum og fjölda mörgum hárum. Hún fann hann á gamla baug, hún fann hann á gamla baug. Þá hann kættist, ósk hans rættist konu og barnakjörð. Þó hamingjuna fyndi, á Húsavík festei yndi. Kom heim í Skagafjörð, kom heim í Skagafjörð. Bjartur fagur brúðkaupsdagur, brosa hjónin blíð.
Hamingjan þeim hossi, haldist ástar blossi, hjá þeim alla tíð, hjá þeim alla tíð. Jóskundur alls. Mamma og pabbi eru hjón, mamma og pabbi eru hjón, mamma og pabbi eru hjón, kyssast á hverjum morgni, hæ hó þau eru hjón, hæ hó þau eru hjón, hæ hó þau eru hjón, kyssast á hverjum morgni. Mamma og pabbi eru hjón, mamma og pabbi eru hjón, mamma og pabbi eru hjón, kyssast á hverjum morgni. Guðmundur var sem sagt heimagangur á mínu heimili frá því að ég man eftir mér. Það hefði líklega eitthvað að gera með vináttu hans og umbróður, þeir eru jafnaldrar. Eitthvað með það að gera að við áttum mjög margar sófar sem þægilegt að henda sér á og við byggum fyrir aftan barinn. Þegar það sem ástæðan fyrir þessu þá erum við allavega mjög góða vinir og lítum meira á Guðmund sem hluta af fjölskyldunni. Hann er miklu meira bróðir heldur frændi. En manninn á Þorleifur, pabbi Guðmundar, sagði mér þá sögu einhvern tíðan að ég og systir mín og spyrja eftir Guðmundi eins og maður gerir í sveitinni en Guðmund heima. Og ég stóð alltaf einhvers staðar við gaflinn með hana Katla systir og vaknaði. Guðmundur heima? Ég er Sigrún Birna og ég er æskuvinkona Gunnu og ég vona að allavega mínum mati er hún besta vinkona mín og ég vona að sé gagnkvæmt, elska það svo mikið. Og hann bara stendur og starir á mig og ég bara svona, Guðmundur, vinkona mín, hún ætlar að vera með þér í kvöld. En ég bróði saman, kynntu þau. Og síðan hafa þau verið óaðskiljanleg og það var aldrei þakkað mér fyrir Blessandi börn og konur og svona og lífið tók bara við og við gleymdum þessu og við ekkert að spá þessu. Síðan allt í einu kemur að því að einn okkar bendur bara herðu, jæja strákar mínir, nú er komið hérna seinni partinn í júlí, er að fara að gifta sig í ágúst. Við þurfum að gera eitthvað, við verðum nú að kippa í gæjan og gera eitthvað sniðugt með það. Þannig að við ákváðum það, svona rétt í lok júnímánaðar að taka með okkur og gera eitthvað sniðugt. Langar að lesa þetta svona eins og ég ímynda mér að hún myndi segja þetta út í persónu. Blessaði gamli. Var ég spá hvað þið finnist að hafa brúðkaup á Sauðárkróki eða hann í nágrenni í Skagafirði? Er það ekki glatað? Ég er enn að spá í að færa þetta á Húsavík, þú veist að það er allt betra á Húsavík, sko. En það er annars ég var að spá í, ef þú heldur ræðu, sko, sem þú þarft ekki að gera, það er verið alveg nóg athyglisjúku fólki í þessari veislu, sko. Viltu þá passa að nefna það að ég hafi gert forritinu sjálf? Það trúi ég allir að þú segir það. Þú veist það er gott að fá hrós fyrir eitthvað sem maður hefur gert sjálfur. Og annað, ekki nefna bumbur á mér. Ég er búinn að eyða miklum tíma og peningum í að láta sérsauma á mig kjól af hans samfellu til að fela hana og ég drep þig og fer að draga athyglinni að henni. Hvað sem þú segir, ekki gera líka grín að hláturinn í mér, ég er mjög viðkvæmur fyrir því. Hlæði sko alls ekki eins og hross og ekki heldur gera grín að minnisleysinu.
Eða hvað ég er auðvitað mig. Og stundum ástæðan, allir í kringum mig. Æ, þú skilur. Ég er enga mun á Ég er gagtekinn, aftekinn, heltekinn, tekinn í framan. Ég er andvana, magnvana þegar ég sé Hörpu Sjöfn, Hermundardóttur, Hörpu Sjöfn, Hermundardóttur, Hörpu Sjöfn, Harpa Sjöfn. Ég held ekki málið haldið áfram. Svo er hinn röddinn.